Já, komið sæl og verið velkomin í hádegisviðtal markaðarins hér hjá Stöð 2. Hann sestur hérna hjá mér hann Sigurjón Þ. Árnason, Landsbankastjóri, vertu velkomin. Já, takk fyrir það. Sigurjón, uppgjör bankana voru ágætt, sérfræðingur nú á því að þetta hefur verið best hjá Glitni og síðan Landsbankanum og síðan komið Kaupþing, þó að talan hafi verið hæst hjá Kaupþingi, ertu sáttur? Ég auðvitað sáttur með okkar hlut og ég held að almennt séð hafi allir sem hafi farið yfir uppgjörinn hvert fyrir sig verið nokkuð ánægð með niðurstöðun og alla var þeim vel tekið og erlendur grundur sem kannski skiptir mestu máli núna. Forsætisráðherra, mig langar aðeins að tala svona stöðuna á þessu öllu saman. Forsætisráðherra hefur státt að segja því að miklu peningar hafi sparast á aðgerðaleysi ríkisstjórnarinnar eins og margir vilja meina að sé. Á móti er bent á að mörgum fyrirtækjum og einstaklingum blæði með tilheyrandi tilkostnaði meðan ekkert gerist. Hvað á ríkisstjórnin núna að gera og Seðlabankinn? Ég held nú reyndar að það sé ekki rétt að þeir séu búin að setja aðgerðalausir. Ég held að þeir séu búin að vera að vinna í þeim málum sem gert ráð fyrir þeir sé að vinna en ég held að hann sé frekar að vísi það að það að velja hárrétta tímasetningu skiptir máli og það er auðvitað rétt að aðstæður á fjármálamörkuðum hafa verið að batna. Við náðum svona hápunkti erfiðleikana ef svo má orðið komast seinni hlutann í mars þegar að Bílstöðsbankinn fór nú ekki höfuðið en svona næstu því og að bjarga af Seðlabankanum og JP Morgan að lokum og þá náðu hápunktinum. Síðan þá hafa aðstæður svona almennt séð verið frekar að batna og það er held ég því ljóst að ef ríkið færi á markað í dag þá myndi kannski kjörin liggja, myndi ég giska á bilinu 50-70 punktar ofan á Libor. Hefði verið örugglega nær 150-200 þannig í mars. Þannig að það er auðvitað rétt að aðstæður eru betri núna en ég er ekki eins og viss að það verði eitthvað mikið betri. Þannig að ég held að sé nú skynsamlegt að fara að huga því að halda áfram í verkið sem ég veit að þeir hafa án efa verið að vinna því að þeir hafa ekki setið aðgerðalausir þó margir kannski halda það. Hvað þyrftu þeir að gera? Hvert er rétt á útspilið núna? Já, það sem ég gerir ráð fyrir því að þeir sé að vinna á þess að ég sé með það nákvæmlega á hreinu þá gerir ráð fyrir því að þeir sé að gera þær aðgerðir sem með einum öðrum hætti efla gjaldeyrisforða landsins og það er hægt að gera það með blöndu aðgerðum og eða væntanlega hann og líklegast annars vegar var með beinni lántöku á markaði sem var þá ríkið og síðan hins vegar með einhvers konar samningum sem eru þá milli stofnana, þar að segja milli seðlabanka og mér er svona líklegast að þeir vinni einhvers konar blöndu af slíkri lausn. Það er væntanlega svona líklegast. Hvað þarf að stækka nú mikið? Ég held að svona lágmarks stærðargráða séu 400, 500, 600 milljarðar. Það er svona stærðargráða. Meiri það er auðvitað bara ennþá jákvæðara. Mikið minni það er hætt á allavega, hætt á að það væri túlkað sem veikleikamerki. Því máli snýst rauninni bara það að sýna styrk. Þetta snýst ekki það að íslenska banka vanti peninga, heldur snýst það það að sýna fram á það að þjóðin hafi sæmilega styrkleika og geti staðið af sér það sem er að gangi yfir og til að reyna að tryggja það að það sé ekki verið að gera svona atlögur að kerfinu eins og kannski menn hafa lesið í fjölmiðlum og hefur verið rætt að átti sér stað þarna í mars þegar þetta var sem harðast að okkur sótt. Já, menn eru samt hræddir við að taka svona lán og menn eru hræddir við náttúrulega vextina og bara hvort þetta komi mennum í slæm mál. Þú ert ekki á þeirri skoðun? Ég held að sé þannig að ég myndi meta þannig að ég veit ekki hvaða kjör gilda svona milli Seðlabanka þannig ég ætla kannski ekki að tjá mig það en ég veit svona hvað ætti að geta gerst á markaði í dag og ég myndi slá á það að þó að þessi svokölluðu CD-spread frá íslenska ríkinu liggi í dag kringum 150 punta ofan á Libor, það er þessi 1,5%, þá held ég að markaðskjörin sem þeir myndi fá á markaðdag væri í versta falli helmingurinn af því, hugsanlega jafnvel enn betri en það og það þýðir það að þeir var kannski að borga þá 50-70 punta ofan á Libor sem myndi þýða það að þeir þurftu þá að geyma síðan peningana í lausum eignum sem þurftu að skila sambærilegri ávöxtum til þess að koma sléttu og við þeirra aðstæður sem eru á mörkuðum í dag þá er það mjög einfalt. Þannig að ég myndi jafnvel halda að það sé með einföldum hætti að koma þessu þannig fyrir að maður sé jafnvel með jákvæðan vaxtamun út úr þessu og hreinlega græða öllu saman. Ég myndi gíska að það sé hægt að gera það þannig. Já, það eru ekki allir í að sín sjá þetta svona eins og þú? Nei, ég held að það er kannski fæstir sem skilja alveg hvað er að ræða og hvernig aðstæður eru í dag en það eru þannig að ríkið náttúrulega nýtur mikils traust og hefur þar held ég ágætt aðgengi að markaði og kjörin sem ég myndi telja að þeir myndi liggja og væri á þessu bili og í dag þá er hægt að fjárfesta
það fé sem myndi aflast með þessum hætti með því til dæmis bara einfaldlega að lána erlendu bönkum sko, á kjöru sem eru jafngóð þessi ef ekki betri og þar af leiðandi hægt að fá jákvæða ávöxtun. Nú ég tala ekki ef við myndum síðan nýta hlut af fénu bara til þess að liðka fyrir í innlendu gjaldeyrismarkaði sem hefur nú svona orðið svolítið óvanlegur upp á síðkastið, eins og menn kannski þekkja. Þá eru kjörin í þeim markaði náttúrulega umtalsvert betri og þyrfti ekki nota með lítinn hluta til þess að vega þetta allt upp. Já. Hvað viltu segja við þá sem segja sko, og það eru háværar raddir það bara meðal almennings í landinu að það sé óþolandi að þegar sko bönkunum gengur vel þá eigum við að láta það í friði, þegar það gengur illa þá eigum við að koma þeim til bjargar af þegar margir sér líta svo á að það sé bara verið að bjarga bönkunum, sérstaklega bara einum og sér. Já, þessar aðgerðir sem að menn hafa talað það snúa rauninni ekki að því að bjarga bönkunum, það algjör misskilningur. Það er ganga út á það að sýna það að það sé ákveðin og eðlilegur styrkleiki hjá Seðlabankanum til þess að geta sinnt í hlutverki sem hann þarf að geta sinnt. Það er að vera lánveitandi þrautavara ef það fer illa hjá einhverjum. Það er ekki verið að segja að það sé að einhver sé að lenda í vandamálum, það er alls ekki það. Heldur þarf að geta sinnt fram á það að maður gæti leyst mál eins og evrópski seðlabankar hafa verið að gera í Evrópu, eins og Seðlabankinn í Bandaríkjunum hefur gerð í Bandaríkjunum, eins og breski seðlabanki gerði á sínum tíma hjá sér og svo framvegis. Þannig að þetta snýst það að sýna styrkinn en ekki og auðvitað gerir menn þá rauninni ráð fyrir því að það þurfi aldrei að nota féð en menn verða að geta sýnt fram á það að geta gert það sem þarf að gera ef þörf var á til þess að auka trúverðugleikann. Og hvað myndi gerast fyrir Íslands samfélagi ef þetta yrði ekki gert, ef að Seðlabankinn geti ekki sýnt fram á þennan styrk? Vandinn kannski í dag að einmitt akkurat sá hann getur ekki alveg sýnt fram á styrkinn. En menn trúa því hins vegar að hann geti aflað sér styrkleikans á markaði. Markaðurinn í heiminum trúi því og þess vegna býður rauninni einhver skilningi heimurinn eða markaðurinn erlendis og innanlands hér líka en einhverjum sérlega erlendis, hann býður eftir því að þeir sýni styrkleikann. Að þeir raunverulega þeir hafi aðgengi að fjármagni og geti sýnt fram á það og ég á ekki vona öðru heldur að gera það. Hins vegar það þannig að Íslendingar eru mjög óþolinmóðir og finnst einhvern veginn að ef einhver segir eitthvað á þá nótum að þeir sé að vinna í svona málum þá eiga Íslendingar almennt vonið þegar gerist bara í næstu viku. En það er ekki einfaldlega þannig í þessum málum. Þessi hlutir taka mánuði og er ekki mældir í vikum. Þannig að margir sem svona kannski hafa verið óþolinmóðir hvað þessi mál varðar og eru hissa skuli ekki verið búið að tilkynna eitthvað eða búið að gera eitthvað, þá veit ég bara minni eigin reynsla að svona hluti gerast ekki mælt í vikum, heldur gerist það mælt í mánuðum og ég held að það sé bara búið að vera eðlilegur tími í því sem menn eru að vinna og ég var ekkert hissa að það tæki nokkra mánuði viðbót vegna þess að allir stóri samningar eru þetta flóknir og þeir eru mikla fjármuni að ræða. Þá vilja þeir sem að láta fjármunina hendi tryggja að það sé rétt á öllu staðið og þeir sem að taka við þeim og ætla að taka við stóri fjármunum þeir að sjálfsögðu vilja passa upp á það að fá sem best og traustust kjör og svo framvegis. Þannig að svona samningar gerast alls ekki í dögum eða vikum, þeir gerast á mánuðum og menn verða að túlka það þannig. Já, við bíðum að sjá til. Aðeins að öðru sameiningar bankana eru greinilega hafnar, Brún og Kaupþing, það við megum svo sem gerir ráð fyrir að það sé að gerast. Hverju heldur að séu næstir? Menn tala Byr og Glitni. Það sem er umræðan á markaðinu, ég ætla kannski ekki að tjá mig alveg það, en það er að minnsta kosti búið að tilkynna þessar viðræður á milli Sprón og Kaupþings og það er kannski fyrsta skrefið. Ég ætla ekki að tjá mig hvað Glitnir eða Byr að gera, það er kannski ekki alveg á mínu borði held ég. En ég held að það sé bara mjög jákvætt að menn sé að taka þessi skref. Þetta felur í sér auðvitað ákveðna hagræðingu og þetta er svo hagræðing sem hægt er að gera með tiltölulega einföldum hætti ef svo má orðið komast. Það er að segja, það er heldur flóknara að reyna að sameina tvo stóra banka. Það er vissulega hægt en það er flóknara og það er kannski sérstaklega erfitt við aðstæður eins og þeir í dag að tveir stóri bankar sem eru með mikið af lánalínum er ekki augljóst að þeir haldi báðum lánalínum ef þeir sameinast. Þannig að það er auðvelt að gera slíkt við heldur betri aðstæður. Já. En svona smærri sameiningar eru vantarlega auðveldari. Já. Þú hefur margótt sagt við með og getur náttúrulega ekkert talað Straum og Landsbankanu eða hvort það sé eitthvað þar að gerast en er ekki svo sem alveg skynsamleg lausn að svona overall að sameina fleiri fjármálastofnanir í þessu árferði?
Til lengri tíma séð það auðvitað skynsamlegt að reyna að hagræða í hvaða rekstri sem þar með talið rekstri fjármálafyrirtækja, það klárt. En það þarf auðvitað að passa að gera það með réttum hætti og passa að það sé gert á réttum tímapunktum og það þarf að fara mjög varlega við þær aðstæður sem eru í heiminum í dag. Þar sem að margir hafa lánað bönkunum á ákveðnum kjörum, við skulum segja bara 25, 30, 40 punktum mól og líbor, en kjörin eru síðan kannski eftirmarkað í dag alltaf 10 sinnum það, þá mjög mikil hvati fyrir þá sem eiga skuldabréf á íslenska banka að reyna að þrýsta einhvern veginn kjörunum upp við hvaða breytingar sem að ræða á rekstri bankana, sem þeirri stærðargráðu sem hér var að ræða og var að gera stóru sameiningar. Þess vegna þarf að fara mjög varlega í allt slíkt og ég á frekar vona því að tækifæri af þessum toga þau skapist svona í enda þessa umrót sem fjármálamörkuð í heiminum frekar heldur en í því miðju eins og í dag. Já, menn hafa líka verið að tala að íslensku bankarnir væru svolítið að líta á erlenda banka og væru svo sem alveg til einhvers væri tilbúnir að svona víkja svolítið hvað stjórnun varðar til að sameinast einhverjum stórum bönkum erlendis. Þetta eitthvað sem hefur komið upp? Já, ekki sem snýr að Landsbankanum allavega, en það kann vel að vera í einhverjum öðru banka. Það allavega voru sögursögnir það á sínum tíma, en ég þekki það bara ekki. Nei. Mér langar líka að tala illt umtal á milli manna sem hefur verið áberandi síðustu mánuði, bæði á milli bankamanna og á milli stórforstjóra fyrirtækja. Traust milli manna virðist bara ekki vera til staðar. Hefur þú fundið fyrir þessu eða kannast eitthvað við þetta? Traust á milli manna? Já. Ég held að sé nú ágætt traust á milli manna í fjármálageiranum. Það hins vegar þannig að menn eru duglegir að tala hvern annan niður. Já, ég held að sé svolítið þannig að menn eru svolítið mikið kannski að keppa hér og þar og kannski tala ekki nógu vel hverjum annan, en í heildina tekið þá held ég sé nú þannig að það sé mér rauninni mjög mikilvægt að við Íslendingar tölum vel hvorum annan og sérstaklega gagnvart umheiminum, vegna þess að ef við gerum það ekki þá alveg öruggt að aðrir gera það ekki. Þannig að við þurfum einmitt frekar á því að halda að tryggja að menn séu að tala jákvætt hverjum annan, vegna þess að menn gera auðvitað ráð fyrir því að við þekkjum hvern annan best, þannig að ef við gerum það ekki þá nú auðvelt fyrir aðra að taka það og blása það enn frekar út. Þannig að ég held að við höfum einmitt að gera það, að tala sér best hverjum annan. Það kemur okkur best. Það kemur okkur best, en þeir hafa myndi verið að tala þetta. Já, Bakkabræður hafa minnst á þetta og Hreiðar viðurkenndi nú þetta, að þetta hefði verið svona að gerast í viðskiptalífinu. Þú ekkert orðið var við það sjálfur? Já, maður heyrir alltaf svona einhverja sögusagnir, en í praxis þannig að maður lætur svo slíkt bara þá við vindu meiri þjóta. Aðalatriðið það að reyna að átta sig á stóru myndinni og gera sér grein fyrir því að við erum bara öll í þessu saman Íslendingar að passa upp á okkar eignir á erlendu vettvangi og verðum að gera það og standa saman. Ég held að það sé aðalatriðið. Já. Nú aðeins að fara inn á Fitch lækkaði lánshæfismat Kaupþings og Glitnis sem hélt Landsbankanum óbreyttum vegna hærri innlána í Icesave-reikningum í Bretlandi. Hversu mikilvægt svo ákvörðun að fara út í þá reikninga og hvað þýðir mat Fitch fyrir ykkur? Já, það nú alveg rétt að það að hafa farið út í þessa öflun innlána frá almenningi gegnum internetið undir þessu nafni Icesave. Það hefur auðvitað breytt Landsbankanum mjög mikið og hjálpað okkur mjög mikið við þessar aðstæður sem hafa verið á markaði undanfarið og það endurspeglast kannski í þessu mati Fitch á okkur og það auðvitað þannig að því hærra lánshæfismat sem þú hefur, því betra og þess vegna gerum við nú ráð fyrir því að það komi okkur þá eitthvað til góða, en það náttúrulega var ekki verið að hækka okkur, það bara verið ákveðið að lækka okkur ekki og það miskustið þá jákvætt, en best hefði þetta verið ef þeir hefðu verið tilbúin til að horfa á alla það breytingar sem búið að gerast í öllum íslensku bönkunum og halda með öllum óbreyttum, en svona gerðist þetta bara. Já. Örsnögt í lokin, hvenær verðum við komin út úr þessu árferði? Ég spurði þig líka seinast og spurði þig líka núna. Já, það allavega eitt sem ég veit að mín tilfinning svo að svona snúningspunkturinn í heiminum átti sér stað þarna í seinni hluta mars þegar að heimurinn gerir sér grein fyrir því að bandaríski Seðlabankinn ákvað að bjarga Bear Stearns og þar alveg fórum við að túlka þannig að það væri nú kannski þannig að flestum yrði bjargaðu þörf var á, þar að segja kannski ekki hlutafjáreigendunum, heldur skuldabréfaeigendunum og í framhaldi af því eru aðstæður búin að vera að batna mjög svo, en það langt frá því að við séum komið í eðlilegt ástand, þannig að ég vona því að við allavega allt þetta ár og fram á næsta ár séum við í svona fasa að laga aðstæðunar
hvort það er komið þeir góða aðstæður sem hafa verið og voru, skulum segja, fram til miðsins 2007. Ég er ekki alveg viss um það, en klárlega er hlutnir að fara til betri vegar þó við séum langt frá því komin alla leið. Við erum kannski á leiðinu niður fjallið en við erum nokkuð nálægt toppnum samt ennþá. Ok, takk fyrir þetta Sigurjón. Við segjum þetta á gott af hádegisviðtalinu í dag, það verður á sínum stað á morgun, verið þið sæl.